Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Hljómsveitin ykkar Hugaró, hvaðan kemur nafnið? Við vorum nú bara að leita einhverju nafni og fundum eitthvað nafn. Allt betur en ekkert. Nú æfið þið hérna í þessum frábæra skúr. Er þetta aðstæða sem þið komið ykkur upp sjálfur? Nei, þetta er sem sagt hljómsveitar aðstæða helga- og hljóðfæraleikana sem við fáum að nota. Og þekkið eitthvað til þeirra? Já, ég myndi segja það. Hvernig þá? Þetta er sem sagt Haraldur Helgason sem sagt Helga úr hljóðfæraleikurnum og síðan er faðir Hinriks líka gítarleikarinn. Þannig að tónlist er alveg ykkur í blóð borin? Jú, það má segja það. Þið tókuð þátt í músíktilraunum. Hvernig gekk? Við komumst í úrslit sem var áhugavert, já, enginn af okkur var búist í því. En það var bara, já. 10 liða úrslit af hvað mörgum hljómsveitum? 32. Já. 32. Og hvert er svo stefnan sett núna? Búnir að komast í 10 liða úrslit í músíktilraunum? Er einhverja fleiri keppnir eða tónleikar á döfinni? Nei, allavega ekkert sem við vitum að í augnablikinu. En við erum að leita á öllu, þú veist. Bara að spila einhvers staðar, sko. Það er gaman. Er þið til að segja okkur aðeins frá þessari upplifun að spila á músíktilraunum? Hún var bara mjög spennandi, stressandi samt, alveg svona smáar samt tíma en samt ekki nærið jafn mikið stress og ég hefði búist við. Það var eiginlega mest bara gaman, sko. Sem sagt Lalli sagði mér einhvern tíma bara hei, ef ekki bara taka þátt í músíktilraunum og ég bara, jú, akkur ekki. Og síðan bara fórum við að tökum þátt. Og síðan komast við í úrslit á einhverjum ástæðum. Og síðan hann látið mig vita að við höfum komist inn í músíktilraunir og erum að fara að keppa í Hörpunni. Og ég vissi ekki alveg komið út það en ég meina, það var gaman, svo. Pínu stökk úr þessum skúr, eins frábær hann er nú samt, og yfir í Hörpuna. Jú, það er frekar skemmtilegt. Það var spilað tvisvar fyrir framan áhorfendur og það er bæði skiptin í Hörpunni. Í fyrsta sinn. Já. Já, í fyrsta sinn? Já. Fyrsta sinn sem við fórum einhvern tíðan. Upp á svið. Allir þrír að spila. Það var í Hörpunni. Og hvernig var? Var það ekki bara geðveikt? Já, var það, sko. Þannig að þetta er eitthvað sem að þið viljið halda áfram með, þetta er hljómsveit sem þið viljið fara með lengra. Ó já. Við erum ekkert að fara að stoppa, sko. En lögin sem eru að spila, eru þið að taka einhver cover eða eru þið að spila frumsamið? Ja, þetta er frumsamið, allavega mesta. Og hvaðan fáið innblásturinn í lögin sem þið eru að semja? Hvaðan koma hugmyndirnar? Bara úr allir tónlist sem við hlustum á, sko, til dæmis. Það er sko stór Tool aðdáandi og ég er stór Nirvana aðdáandi og hann er, þú veist, allstaðar, hann er bara allstaðar, sko. Síðan er hann alltaf líka helga hljóðfæraleikarnir, þeir eru mikil áhrif líka. Þannig að þetta kemur úr öllum áttum? Já. Já. Hvað með textasmiði? Hvaðan fáið hugmyndirnar í textana? Það er nú bara það sem Hinrik sér á staðnum yfirleitt, sko. Þetta er í hug, oft. En annars... Það er allstaðar. Já, bara á meðan þú ert að syngja? Vanlega hef ég engar sérstaklega texta en síðan bara eins og á músíktilraunum þá áður við fórum þá bara gerði ég eitthvað og það hljómaði vel, vonandi. Og er einhver svona draumastaður sem myndu vilja spila á? Já, á einhverjum bar í Ameríku. Bara einhver staðar. Af hverju í Ameríku? Það er svo skemmtileg, þegar maður horfir á sko myndbönd á YouTube þá sér maður alltaf, þú veist, hvernig allir klikkast þar. Allir verður svo, þú veist, skemmtilega. Ég örugglega er líka hérna í Íslandi, ég veit það ekki. Ég hef aldrei spilað á bar hérna í Íslandi. En Ameríka, þú veist. Ameríka.
En ef við hugsum bara framtíðina ykkar, tónlist eitthvað sem myndu vilja gera aðalatvinnu eða eru draumarnir einhvers staðar annars staðar? Ég veit ekki, það bara ein stefna sem við höfum, það að klára þessar plötu, klára að semja fullt af lögum, setja á plötu, það bara aðal stefnan, ekkert annað. Hvað ætlaði að mörg lög á plötunni? Hvað ætlaði að í minnsta lagi 12, bara klassíska, 12. Hvað á platan að heita? Það sko, það var, hvað var það? Hljóðið af skeljum að breytast í snigla. Hljóðið af skeljum að breytast í snigla? Þú verður að segja mér hvaðan það kemur. Sko, litli bróðir hans hefur mjög margar og góðar setningar og þetta var ein þeirra, örugglega besta. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.